Ef það voru tveir stórleikir á móti Ítalíu, undankeppni í Eurobasket 2025. Og þetta segja að Ísland sé í dauðafæri. Ekki bara fyrir þessa leiki, heldur í keppni í heild. Hvernig upplifun svona innan hópsins? Já, bara algjörlega. Við erum alveg í séns hérna. Ég meina, við gerum vel á móti Ungverjum og óum hér á móti Tyrkjum hérna. Gerum bara mjög vel og hérna, við erum alveg í hörku séns á að komast inn á annað stórmótið. Það væri náttúrulega algjör draumur að komast aftur inn á svona stórmóti. Ég held að margir hefur verið búnir að skrúfa fyrir það eins og við erum að fara að gera þetta aftur, en hún eru búin að vera í einu leik frá HM og eru núna, þú veist, 1-2 sigurleiki frá EM aftur, sko. Nú ert þú hluti af íslenska landsliðinu þegar að vinna sig inn á Eurobasket 2015 og svo aftur 2017. Svona ákveðin gullkynslóð sem er í gangi þar, en hvernig er þetta lið svona samanborið? Þetta er svo sem alltaf sama geðveikin, sko, en nei, þetta er náttúrulega aðeins öðruvísi lið. Við erum náttúrulega komnir með Tryggva og sem náttúrulega gefur okkur rosalega mikið upp á þummun að gera, en þetta er bara eiginlega allt öðruvísi hvernig við spilum, sko. Það er við erum alltaf með votturinn af svona hraðaboltanum og sturluninni, sko, sem við verðum að vera með. En bera þetta saman er svona bara appelsínur og epli, sko. En ég veit ekki alveg hvernig ég á að svara þig? Nei, þetta er bara öðruvísi, sko. Við vorum kannski með rosalega mikið af íþróttamönnum núna. Hlaupum hratt, viljum hlaupa hratt þótt þessum stórir. En hitt var svona, ég bara veit ekki hvernig ég á að svara þessu spurningu, sko. En Ísland svona á þessum árum, skilur, stimplaði sig sem bara Eurobasket þjóð í raun og veru. Heimsmeistaramótið hafi verið einu skoti frá því að fara inn og það alveg rosalegt, sko, en svona væri ekki gaman að geta gefið íslensku þjóðinni það í gjöf að komast að annað lokamóti? Jú, bara okkur sjálfum, sko. Bara, þú veist, fullt af mönnum hérna sem hafa ekki farið á stórmót og það gefur manni rosalega mikið að komast á svona stórmót og vera með fjölskylduna og bara íslensku þjóðuna svona að koma með og vera partur af þessu, sko. Þetta gaf manni rosa mikið og gefur manni ákomna tíð í rauninni, sko, að hugsa aftur tilbaka á móti þessi leikmönnum sem var að spila á móti og að standast svona prófraun að keppa á móti þeim og svona standa sína plikt, sko. Það gefur manni rosalega mikið sem körfuboltamanni. Þessi tveir Ítalíuleikir, íslenskir aðdáendur eru sjálfsögðu ofdekraðir eftir síðasta glugga þar sem þið vinnið Ungverjaland og eru svo bara einu Tami Biberovic skoti frá að vinna Tyrkina í Istanbul. Það er bara búist í sigurum núna hér eftir. En hvað sénsa eigum við í þessum tveimur leikum? Við eigum alveg sénsa. Ég meina, við erum búið að vinna þetta lið einu sinni og við erum búin að, eins og þú segir, við töpum hann á lokaskoti á móti Tyrklandi sem er alltaf önnur hörku þjóð. Þannig ég held við séum alls líklegir, sko. Við þurfum bara að koma með fullu sjálfstraust og svona þetta típiska að vilja þetta meira. Vonandi að þeir aðeins svona underestimate okkur og við komum og svona gefum fyrsta höggið, sko. Og síðan bara við erum með stuðninginn og það gefur okkur alltaf rosa mikið að vera með stuðninginn í stúkunni. Að fá svona fá fólki með okkur í lið, sko, að vera að hvetja okkur og heyra lætin og þú veist, fá stóru körurnar og þá held ég við séum bara alls líklegir. Þú ætti ekki að fara að kalla það gamlana því að það ertu ekki, en þú ert með eldri leikmönnum í þessu liði og með þeim reynslumeiri. Svona alveg að lokum, hver af þessum ungu er duglegastur að spyrja? Duglegastur að spyrja? Þetta er enda góð spurning, sko. Hilmar tekur alveg stundum svona að spyrja hvað okkur finnst svona, hér og þar og hvort að þetta væri góð hugmynd og svona. Hann vill læra og kann alveg leikinn, en ég held að hann sé svona svo duglegastur að spyrja, sko. Þetta var góð spurning, sko. Kærar þakkir, Haukur, og gangi ykkur vel. Takk.